Og ég man, þú veist, þegar ég hugsa tilbaka að ég hugsaði bara, ég get ekki látið neitt sjá mig með þetta naglalakk. Ég heiti Þorsteinn Már Einarsson og held utan samfélagsmiðlinn Karlmennskan á Instagram og Facebook. Ég skilgreini mig sem feminista og fyrrverandi karlrembu. Mér fannst jafnréttisbaráttan vera komin út í öfgar, mér fannst feministar vera að ráðast á karlmenn og mér fannst bara illa vegið að mér sem karlkyns einstaklingi. Þrátt fyrir að ég hafi í raun og veru, þegar ég lít tilbaka og skoða sjálfa mig þarna fyrir nokkrum árum síðan, þá sé ég alveg að ég bjó við í rauninni öll þessi félagslegu forréttindi sem eru í boði. En þetta var mín upplifun sem má segja hafi næstu bara umturnast á einni kvöldstund. Ég var að vinna í félagsmiðstöð, þetta var árið 2014, snemma, og það er dragkvöld í félagsmiðstöðinni þar sem ég er að vinna og það vill enginn taka þátt í dragkvöldinu, þannig að ég og annað starfsfólk, við erum hálfpartinn þvinguð til þess að taka þátt í draginu og ég er settur í kjól og farðaður og fékk naglalakk. Síðan bara er einhvern veginn viðburðurinn búinn og ég er fyrir mín föt aftur og ætla að fara heim. Þá er enginn naglalakkshreinsi í félagsmiðstöðinni, þannig að ég var bara að fara heim með naglalakkið og ég man, þegar ég hugsa tilbaka að ég hugsaði bara, ég þarf að koma við í búð á leiðinni heim og ég get ekki farið með þetta naglalakk, ég get ekki látið neitt sjá mig með þetta naglalakk. En einhvern veginn bara, ok, ég bara geri þetta. Og það er svona mín fyrsta reynsla af því að það var litið öðruvísi á mig. Ég fer í þessa búð og ég kem inn og ég er náttúrulega mjög meðvitaður sjálfa mig. Bara eitthvað svona með hendurnar í vösunum og fer inn í búðina og svo er einhvern veginn svona taka einhverja vörur og ég finn, ég finn alveg augngótirnar. Ég er náttúrulega sérstaklega meðvitaður sjálfa mig en ég finn þarna strax, það er verið að horfa á mig. Það er verið að horfa á mig öðruvísi heldur en maður gerir. Og ég er einhvern veginn svona, ég ger þetta bara. Ég verð bara með naglalakk eina helgi og aðeins að ögra í fólki og fer inn í helgina þannig og reyndar alveg einhverjar vikur, þetta vatt aðeins upp á sig og við strákarnir í félagsmiðstöðinni, unglingarnir, tókum þessa umræðu þar og á sama tíma er ég í rauninni að skoða mín eigin viðhorf. Ég er stöðugt að takast á við sjálfa mig bara því að mér fannst raunverulega bara fram að þessari stundu þá fannst mér algjörlega fáránlegt þegar að kallar og strákar voru með naglalakk. Og í kjölfar af þessu þá fer ég að eiga samtal við Unni Gísladóttur, vinkonu mína, sem var eini feministinn sem ég þekkti á þeim tíma. Já, hún útskýrir fyrir mig bara hvað ég er að upplifa, setur þetta í samhengi við kynjakerfi, feðraveldi, karlmennsku hugmyndir. Og upp frá þessu fer ég að pæla í þessu, hvað það þýðir að vera alvöru maður og fer að rýna í sjálfan mig og fer líka að reyna að hreyfa við, eiga samtölu við vini mína og aðra kalla þessar ótrúlega sterku karlmennsku hugmyndir hvernig við eigum að vera. Og ég fer í kynjafræðinám, verð fyrir því að framkvæma hugmynd frá Sóleyju Tómasdóttur, vinkonu minni, að hvetja kalla til þess að segja frá sinni reynslu af karlmennsku hugmyndum undir hashtaginu Karlmennskan á Twitter. Og það var kannski svona það sem að byrjaði þetta, ferðalag mitt sem ég er í rauninni starfa við í dag, að tala karlmennsku á markvissan hátt. Og í kjölfarið af þessum frásögnum þá stofnaði ég samfélagsmiðlinn Karlmennskan á Instagram og Facebook og byrjaði í rauninni að svara þeirri eftirspurn að fara í grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og vinnustað víðar til þess að tala karlmennsku hugmyndir. Ég held að við getum komist langt sem samfélag ef að við fleiri strákar, gagnkynhneigðir hvítir strákar, tökum þátt í þessari baráttu og ég held að það sé mjög mikilvægt að við gerum mistök og lærum af þeim.